Þetta er verkefni 5 í Excel á blaðsíðu F905 tilboð. Verkefnið er á 3 síðum og þið er reiknað út á 2 vegu á hverri síðu. Annars vegar eigið að nota fasta tilvísun og hins vegar að gefa hólfi heiti. Og lesiði fyrirmælin vel. Hér er verð á vöru 12.000 og afslátturinn 20%. Þannig að við ætlum að reikna út afsláttinn, segjum við sama sem 12.000 sinnum afslátturinn. Og hér ætla ég að festa tilvísun. Ég ýti á F4 að því ég ætla að afrita formúluna niður. Ég ýti á Ctrl og Enter til að vera áfram í hólfinu og afrita niður. Og ef við skoðum hér, þá er alltaf verið að margfalda með B1 en það hækkar sig hér. Og tilboðsverðið er þá sama sem fulla verðið mínus afslátturinn. Þetta er þá tilboðsverðið og ég afrita niður. Ég ætla líka að sýna ykkur hvernig þið reiknið út með því að gefa hólfi heiti. Setji hér A12 og A13 í blokk, fer í Formulas, Create from Selection og ég vel Top Row. Það þýðir að afslátturinn 15% á að heita eins og línan fyrir ofan, sumarafsláttur. Þannig að ef ég smelli hér, þá heitir hólfið ekki lengur A13 heldur sumarafsláttur. Og ég margfalda saman verð sinnum. Ég get ýtt á F3 á lyklaborðinu eða bara smellt í hólfið og ég geri það og afrita til hægri. Og verð á útsölu er þá sama sem fulla verðið mínus afslátturinn og ég afrita formúluna til hægri. Ekki nota sömu aðferð í báðum. Notiði annars vegar fasta tilvísun og hins vegar heiti hóls. Og ég ætla að vista.